Úkraína. Nokkur orð Úkraínu og Úkraínustríðið. Eins og allir vita, þá á Úkraína í mjög hörðu varnarstríði gegn árásarstríði Rússa. Og það berast ýmsar fréttir af því að það gangi illa að sækja fram hjá Úkraínumönnum. Þeir ætla að reyna að sækja það burtu og þeir hafa teppalagt landið nánast. Rússarnir hafa teppalagt landið með jarðsprengjum og alls konar svona sprengjugildrum og svo framvegis. Og þar að ekki þá er náttúrulega mikið af ósprungnu stórskotaliðs sprengjum sem eru í landinu eftir Rússana. Því að þeirra stórskotaliðs sprengjur eru ekki eins vandaðar eins og þessar vestrænu. Nú, hvað með það? Nú hafa Úkraínumenn beðið það að fá klasavopn í hendur sem að menn eru mjög óhressir með og menn eru mér langar að ræða þessi klasavopn. Þau eru í fyrsta lagi þá ef við förum aftur til kalda stríðið, þá var það þannig að þetta átti að vera aðalvopn Vesturveldana ef Sovétríkin gerðu nú innrás í NATO-ríkin. Og munum það að Sovétríkin voru nú auðvitað miklu stærri heldur en þau eru nú, Rússlandi nú. Og þetta var Varsjárbandalagið og þá voru klasavopnin voru alveg hreint í miðjunni að verja þetta hugsanlega framrás Sovétríkjanna. Nú svo falla Sovétríkin og þau Rússar minnka við sig, eins og það stendur, og þeir missa þarna Úkraínu og Hvíta-Rússland og Pólland og Austur-Þýskaland og Tékkland og Rúmeníu, ég veit ekki hvað, Albaníu. Þeir missa þetta allt út úr höndunum og þá er aðeins minni hætta á því og menn meta það þannig að þetta sé öðruvísi land og vilja ekki ráðast eins mikið á Vesturveldin eins og þetta sé bara með vinir Vesturveldana. Og þá fara menn að hugsa þessar klasasprengjur. Þetta er ekki gott þegar þetta er notað náttúrulega í þriðja heiminum eins og í Víetnam og fleiri löndum. Og þetta skilur hugsanlega eftir sig eins og jarðsprengjur eða eitthvað slíkt, eitthvað það sem ekki springur. Þetta þótti mönnum mjög slæmt og þá segjum við ætlum að banna þetta. Já, bannum þetta. En þeir treysta auðvitað á Vesturveldin, treysta á Bandaríkin að þeir eiga nóg að þessu. Ef kemur til þess að menn lendi í nauðvörn, sem gerist nú vonandi ekki, þá geta menn notað þessar klasavopn. Nú, Úkraína er í nauðvörn á sínu eigin landi og þeir auðvitað munu nota þessar sprengjur á sínu landi og þeir munu vera ábyrgir fyrir því að hreinsa þetta síðan upp eins og þeir verða að hreinsa upp gífurlega stór svæði, jarðsprengjusvæði sem Rússar hafa skilið eru búin að vera að setja í landið. Þetta er stærra heldur en fylki Flórída í Bandaríkjunum. Og þetta er ekkert grín. En menn hafa sagt sem svo, já, þetta er ekki gott, við erum betri heldur en það að við séum ekki. Við erum á móti því að þeir fái þessi vopn. Það er að segja, menn eru á móti því að þeir fái að land sem er í nauðvörn, það sjá það allir þegar land er í nauðvörn, að þeir geti fengið vopn sem að gætu hugsanlega dugað. Nú, Rússar auðvitað að nota þessi vopn bara eins og þetta dettur í hug. Þeir eiga sennilega ekki mikið að nákvæmum vopnum svona sem að duga og kannski ekki mikið eins og Bandaríkin. Nú, hvað með það? Við getum alveg haldið áfram að tala vopn og sem enginn vill hafa auðvitað, enginn vill þurfa að nota vopn og enginn vill stríð. Allir eru friðarsinnar. En málið er það að það er líka réttur til þess að verja sig. Hann er mjög sterkur og hvernig litist mönnum á það? Ég hef nú velt þessu upp. Ef að
Bandaríkjamenn tækju sér til og Vesturveldin öll sem tækju sér til og myndu útrýma sínum eigin kjarnorkuvopnum. Við yrðum voða glöð eða hvað? Nú Rússar myndu hafa sín kjarnorkuvopn áfram og Kínverjar. Nú Rússar myndu þá byrja að fara sínum fram og hóta kjarnorkustríði og nota kjarnorkuvopn og myndu kannski nota þau af því að þeir veru öruggir það að það kæmi ekki sterkt svar tilbaka. Nú ef þetta yrði raunin og Rússar myndu vinna í Úkraínu sem getur vel verið að gerist því að stuðningur Vesturveldanna alls ekki nægur til þess að Úkraínumenn geti rekið Rússana í burtu. Það ekki nógu stuðningur. Og þetta allt í járnum. Og ég held að þá myndust menn segja að ég ekki betra að Bandaríkjamenn komið sér upp í kjarnorkuvopn til þess að hindra Rússana í að haga sér svona. Það gæti verið. En þetta allt í járnum í Úkraínu. Spurningin hversu vel það dugar, það sem þeir hafa verið að gera, Úkraínumenn hafa verið að gera. Það það að reyna að skera á flutningaleiðir Rússa, skera á Krímskagann, skera á Kerskbrúna, sem hálf ónýt núna, hún ekki alveg hreint í fullu, fullri notkun. Járnbrautarteinarnir þannig að þeir geta borið kannski léttan varning og eitthvað slíkt, en ekki þungavarning svo sem eins og olíu og þungaskrautreka og allt þetta. Það erfiðara með það. Þeir vilja passa sig að hafa ekki of þungt á þessum teinum. Þeir hafa ekki náð að gera fullkomlega við þá. Nú sjálfur vegirnir þessi tvö höf sem fyrir bíla, þau hálfbiluð líka. Annað tekur langan tíma að laga, hitt getur kannski orðið allt í lagi eftir einhver tíma fyrir léttari tæki. Þannig að það vandræði í flutningum til Krímskagans sem þýðir það að það nokkrar milljónir manna sem búa þarna á Krímskaganum. Það ákveðin krísa sem í uppsiglingu þar. En nú vitum við ekkert hvaða áhrif þetta hefur. Pútín mun halda áfram að berja Úkraínumönnum og Vesturlöndin hafa verið svifasein og þau hafa verið léleg í því að láta það hafa flugvélar. Flugvélarnar koma núna kannski einhvern tímann áramótin eða fyrir áramót vona menn. En þetta mjög alvarlegt mál og endapunkturinn á þessu stríði alls ekki fyrirséður. Því að við skulum segja sem svo að Úkraínumönnum takist að reka Rússana burt af sínu landi, þar með talið kannski Krímskagan líka. Og Pútín ekkert hættur og munum þetta mjög vel, að Pútín ekkert einn í heiminum í þessu, hann ekki, Rússar hafa gegnumsneitt allir saman, þeir hafa heimsveldistrauma, þeir vilja stækka Rússland. Og það mikill stuðningur við það að þeir bæti þessu löndum hér og þar. Þeir hafa tekið Ossetíu og það var svívirðilegt hvernig það var staðið að því. Og þeir hafa unnið hörðum höndum að því að skapa óróa í Úkraínu og hafa söðsað þar undir sig lönd, eins og við vitum. Og að hlusta á, það mjög gaman að hlusta á áróðsmeistara Rússa sem að koma allir saman frá Pútín, þeir tala eins og Pútín vill. Þar að tala um gömul slavnesk lönd, gömul rússnesk lönd. Það Ódessa og Mykolaiv og útiloka Úkraínu frá Svartahafinu. Og þeir vilja fá Kív líka. Þeir vilja leggja undir sig Úkraínu. En við skulum muna það líka að Pólverjar, þeir mjög harðir í sinni afstöðu. Þeir munu fara inn ef Úkraínumenn fara að bera mjög skarðan hlut frá borði. Og það ekki til að vera tímaspursmál
hvernig þeir fari beint inn með her. Þeir hafa munið 2024, þá eru þeirra her orðin mjög sterkur, sennilega svo sterkasti í Evrópu. Mjög vel undirbúinn, mjög vel tækjaður, með nýtísku tækjum og þeir getur vel farið þarna inn ef stuðningur Vesturveldana dugar ekki, sem ég vona gerist nú ekki, það þurfi ekki að gerast. En Úkraínumenn munu ekki heldur geta lokið þessu stríði nema þeir geti komist inn á nema þeir geti lokað fyrir flutningaleiðir Rússa að landamærum sínum. Og það gerist ekki nema þeir tæki með einhverjum hætti að loki á Rostov-on-Don borgina. Það mikill flutningamiðstöð og við vitum ekki hvernig þetta endar allt saman. Það ómögulegt að segja. En þeir sem að telja það sé hægt að semja frið án þess að Rússar færi frá Úkraínu, þeir eru á villigötu. Það ekki hægt. 90% Úkraínumanna, þeir vilja halda áfram stríðinu, sama hvernig það gengur. Þeir munu aldrei gefa sig. Svo skulum við sjá hvað gerist. Næst mun ég halda áfram að tala byggingamál, það langbest. Takk fyrir.